Þá koma þriðja lið á dagskrá, það notendastýrð persónulega aðstoð og reglur slíka þjónustu. Til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég legg hér fram reglur notendastýrða persónulega aðstoð NPA til samþykkta bæjarstjórnar en velferðarráð og bæjarráð hafa samþykkt þær fyrir sitt leyti eftir að reglurnar fóru í umsögnarferli hjá notendaráði í málaflokki fatlaðra. Innleiðing notendastýrðra persónulega aðstoðar skal eiga sér stað á tímabilinu 2019 til 2022. Fjöldi samninga sem gerðir eru á innleiðingartímabilinu miðast við það fjárframlag sem ríkissjóður hefur ákveðið að ráðstafa í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem hlutfalla fjárhæð samninga sem sveitarfélögin gera, samanber bráðabirgðaákvæði 1 í lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Í ljósi þess verða þeir í forgangi fyrir þjónustuna sem hafa einstaklingsbundna þarfir sem ekki hefur verið hægt að komast til móts við á annan hátt og fyrir liggur faglegt mat á því að notendastýrð persónuleg aðstoð sé hentugt form til að mæta þjónustu þörfum þeirra. Takk. Það var bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu, orðið laust. Það sem enginn hefur hvað sér hljóðst, þeim sem geta samþykkt reglur NPA þjónustu gefur merki. Það eru 11. Takk fyrir það.